Sögur eru ekki bara orð heldur stígar sem tengja okkur saman. Þær hjálpa okkur að skilja hvert annað, verða heil og vaksa. Hér skoðum við hvernig það að deila sögum okkar getur hvatt til vaxtar, styrkt tengsl og sameinað einstaklinga og samfélög. Hver einstaklingur ber með sér sögu, mótaða af eigin reynslu, tilfinningum og draumum. Þegar við förum í gegnum lífið hittum við fólk, heimsækjum staði og upplifum augnablik sem móta það hver við erum út frá okkar einstaka sjónarhorni. Sögur eru ekki eitthvað sem við þurfum að búa til eða leita að, þær eru þegar til staðar innra með okkur. Það eina sem þarf til að segja söguna erum við. Við getum orðið hetjur, kennarar og uppspretta hvatningar þegar við deilum sögum. Við getum einnig opinberað okkur sem skúrka, sagt frá mistökum okkar og talað neikvæða hluti. Við erum heilstiftar manneskjur, með upp- og niðursveiflum, og við ættum að læra að eiga bæði samskipti við ljósu og dökku hliðarnar af reynslu okkar. Okkar einstöku sögur opna augu annara fyrir ólíkum sjónarhornum sem dýpkar skilning þeirra á heiminum og lífinu. Engin tómarúm í frásögnum. Hér er mótsögn, fólk er alltaf að búa til sögur, það er óumflýjanlegt. Það er náttúrlegur hluti af því að vera manneskja. Því miður getur það gerst að ef við deilum ekki okkar eigin sögum, þá munu aðrir segja þær fyrir okkur. Og það getur leitt til þess að til verður útgáfa af sögunni sem endurspeglar ekki allan sannleikann. Með því að segja okkar eigin sögur höfum við tækifæri til að opinbera hver við í raun og veru erum, hvernig líf okkar hefur verið og hvað skiptir raunverulega máli fyrir okkur. Þetta hjálpar til við að koma í veg fyrir misskilning og gerir öðrum auðveldara fyrir að tengjast okkur. Frásagnir hjálpa okkur að skilja okkur betur, þarfir okkar, gildi og hvað skiptir okkur í raun máli. Með þeim leggjum við rækt við sjálfskoðun og gefst innsýn í eigið líf. Með því að segja okkar sögu byrjum við að sjá skýrara hvað við höfum lært, hvað er mikilvægt fyrir okkur og hverju við myndum vilja orka í framtíðinni. Með því að nota sögur til þess að endurspegla okkar upplifanir getum við tekið ákvarðanir sem samramast því sem við teljum að sé okkur mikilvægt. Með því að deila sögum í styðjandi umhverfi öðlumst við sjálfstraust til að tjá þarfir okkar, sjónarmið og hæfileika. Það getur bætt samskipti við fjölskyldu okkar, samfélag og yfirvöld á staðnum. Sögur hvetja og kenna. Að heyra hvernig aðrir hafa sigrast á svipuðum áskorunum veitir okkur von og hagkvæm verkfæri. Með því að deila aðferðum og sýna að það sé hægt að yfirstíga hindranir geta sögur hvatt okkur áfram og veitt okkur styrk þegar okkur finnst við týnd eða okkur skortir sjálfstraust. Þegar við deilum sögum af áskorunum okkar tökum við fyrsta skrefið í því að taka stjórn á lífi okkar og breyta sársauka í styrk. Þetta gerir öðrum kleift að tengja við okkur og finna til samúðar, sem hjálpar til við að draga úr skömm. Þegar við verðum vitni að hugrekki annarra í gegnum þeirra sögur, getum við fundið hvatningu til að deila okkar eigin og þannig búum við til sameiginlegan stuðningshring. Sögur sameiginlega reynslu geta brúa bilið á milli aldurs, menningar og tungumála. Að einblína á það sem sameinar okkur, eins og tónlist, matur og skemmtilegar athafnir, hjálpar til við að vinna gegn félagslegri sundrung. Með því að draga fram þessi sameiginlegu áhugamál upplifum við samstöðu og tengsl. Með frásagnarlist getur orðið til vettvangur fyrir þá sem ekki hafa slíka möguleika í daglegu líf til að deila reynslu og sjónarmiðum. Með því að styðja sérstaklega við þessar raddir hjálpum við til við að mótmæla jaðarsetningu og eflum sameiginlegan skilning. Með virkri þáttöku í frásagnarlist er okkur gert kleift að ná aftur stjórn á okkar eigin sögu, tengjast öðrum og styrkja valdeflingu og það að tilheyra. Sögur geta auk þess ögra staðalímyndum. Með því að koma fram með fjölbreytt sjónarmið og persónulega reynslu afhjúpum við flókið eðli sjálfsmyndar og menningar sem sýnir fram á að ekki er svo einfalt að setja ákveðin merkimið á fólk.